velkomin hérna á fyrirlestri BISOS. Við erum Elisabeth Pétursdóttir og Þjóðfélagsins og þessi fyrirlestrarröð er venjulega verið í Þjóðminjasafni í fyrirlestrarsalnum þar, en þessa önnuna mjög verða sem sagt hér í Safnahúsinu. Þannig að þetta er svona skemmtilegt að fá það hér. En já, ég er bara að fagna þessu erindi frá sín að það er nýja vinnasamling fyrir listamann sem er að sína á sólunum og spennt að heyra þetta. Mikið hagsmunum á okkur sögum og listamenn þetta er verið spennandi um það. Þannig að ég læt ekki vera að leika. Bjóða Jóhann. Já. Ég er náttúrulega svo lókast, þannig að sko, ef ég stend hér, setjum við það. En ég nefnilega líka sko, ég tala eins og mikið á flegi þær. Ég sé bara að ég er bara að tala svolítið hátt. Já, við heyrum alveg. Það er spurningum að ég er ekkert að spá ykkur, ég er bara upptökum. Svona. Já, takk fyrir að bjóða okkur að koma og kynna drög að samningi sem við kallum samningur framlag listamanna til sýninga, eða framlag samningur. Ég ætla svona aðeins að segja frá byrjuninni, hvar hugmyndin kom og segja aðeins frá könnun sem sýn stóð fyrir 2013 stöðu myndlistamanna. Og svo ætla Ásdís Spanó sem var verkefnastjóri í starfshóp sem sýn setti saman ásamt safnstjórum flest allra listasafna hér á Íslandi og hún ætla að fara í gegnum samningi svona lið fyrir lið. Og endilega ef þið hafa eitthvað spurningar þá bara endilega komið með spurningar og í lokin getur við líka átt svona samtal. Sýn ákvað að setja af stað herferð núna í nóvember bara til þess að vekja athygli á þessum samningi og skapa samtal og umræðu að listamenn fá ekki greitt, eða yfirleitt ekki, þegar þeir sýna í opinberum söfnum sem er styrkt af ríki, bæ eða borg. Og einnig líka bara svona skapa umræðu hvernig staðan er í dag. En það var mjög mikilvægt fyrir stjórn sýn að þessi vinna færi í verði gerð í samstarfi við listasöfnin. Því að við vitum það að söfn á landinu er fjársvelt og þau hafa mjög lítið fé á milli handanna og til þess að geta greitt eftir þessu samningi þá er það alveg augljóst mál að það þarf að koma auki fjármagn frá ríki eða bæ eða borg. Og núna er ég bara að kynna þennan samning eins mikið og ég get. Ég er búin að kynna þetta fyrir Reykjavíkurborg og ég er að fara til Akureyrar núna og kynna fyrir Akureyrarbæ í febrúar. Ég er ennþá að bíða eftir svari frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu en þau sögðust vera að finna handtöku tíma. Og ég er búin að kynna þetta fyrir Vinstri grænu og ég er búin að senda boð út allt og ég er ennþá að senda boð. Og ég hef því fleiri sem að kynna sig að samning því auðvöldra verður að fylgja eftir. En já, þetta er teikning eftir Lóu. Við fengum hana Lóu Hjálmtýsdóttur til að gera teikningu sem við settum á póka sem við gáum til svona hluti af herferðinni. Mér langaði svona að nefna tvennt út af því að Reykjavíkurborg er með menningarstefnu og hún er einnig með aðgerðaáætlun hvernig það fylgja þessari stefnu eftir og í einni greininni þá er bara verið að tala að það eigi bara að greiða myndlistamönnum, þóknun og hér segir við aðgerðaáætlun frá 2014 og þetta er aðgerðaáætlun sem á að gerast innan 5 ára. Hér stendur Reykjavíkurborg mótar í samvinnu forstöðumenn þeirra og bandalag íslenskra listamanna sem miða að því að réttur listamanna til launa fyrir vinnuframlagssekt sem virtur og höfundaréttur þeirra hafður í hávegum. Einnig er drög að myndlistastefnu núna sem myndlistaráð hefur unnið á seinustu árum hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu hjá Myndliva og þar er líka verið að tala að það þarf að tryggja sýningarform til myndlistamanna. Og ég tel að þetta sé mjög mikilvægt fyrir okkar baráttu sem þetta sé í bæði stefnu Reykjavíkurborgar og myndlistastefnu sem er núna hjá ráðuneytinu.
Já, eins og ég sagði, mér fannst mjög mikilvægt áður en fór þessa vinnu að Sýn myndi gera könnun til þess að sjá svona hvernig staðan væri. Það var staðan fyrir könnun árið 93 og svona helstu niðurstöður og það sem mætti athygli fyrir könnunum var bágborin lífsafkoma listamanna og sú staðreynd að menntun virtist ekki tryggja tekjur listamanna. Enn fremur var vakin athygli á litlum stuðningi við listamenn í formi fjárstyrkja og starfslauna. Nú 20 árum síðar hafa aðstæður lítið sem ekkert breyst. Það er mjög, það kemur mann ekkert á óvart, en 80% félagsmanna á Sýn eru konur. Þannig að þetta hallar mjög mikið á konur. Gráður, eins og við sjáum, þetta hámenntuð stétt og þetta er fagstétt. 40% er búið með BA og svo eru margir búið með mastersnám og komið kennsluréttindi og þetta er bara að aukast með hverju ári. Fólk er alltaf að leita sér að símenntun og ná sér kennsluréttindi eða fara í mastersnám. Einnig tékkum við á tekjum og það sem kom kannski ekki óvart en er náttúrulega alveg rosalegt að helmingur er undir lágmarkstekjum á Íslandi. Það var 204.000 á mánuði. Einnig vorum við að tékka á hvernig starfinu þeirra var háttað og það var 21% sem unnu eingöngu á myndlist. Þannig 80% eru að vinna aðra vinnu meðfram sem hefur náttúrulega mjög mikið áhrif. Einnig tékkum við á starfslaun og náttúrulega rosalega margir, 75% hafa aldrei fengið starfslaun eða listamannalaun en kringum 25% hafa fengið. Einnig vorum við líka að tékka á hvort það verið að selja mikið af verkum og það eru rosalega fáir sem er að selja fyrir einhverja upphæð sem gætu skipt einhverju mánuði. Ég meina það er 35% sem hafa selt frá kringum 245.000 eða minna. Það getur vel verið bara eitt verk á ári. En já, þetta sem ég ætla að segja ykkur frá með framhaldssamninum en þetta var frumkvæði Samband íslenskra myndlistarmanna og ég tók við formanninum fyrir 2 árum síðan og þegar ég kom á borðið þá var hún Hrafnhildur sem formann undan mér búin að þýða MU-samninginn yfir á íslensku. Og ég veit ekki hvort þið hafið heyrt MU-samninginn en það er sænskur samningur sem var innleiddur fyrir 4 árum síðan. Og ég segi aðeins frá því að þá stendur M-ið fyrir þóknun, þá sem reiknað út hversu margir sýna, hvað stendur sýningin margar vikur og hversu margir heimsækja safnir ári. Og það er svona bara tafla og það er reiknað út frá því. Og M-ið var sett í myndlistarlög í Svíþjóð, þannig að það er í lögum að greiða þessa þóknun. U-ið er hins vegar öll vinnan í kringum. Að setja upp sýninguna, listamannaspjall, ferðarkostnaður, efniskostnaður, eitthvað sem ekki hægt að setja í lög, því þetta er mismunandi eftir hvað listamanninn er að vinna við. Og svo tala getur, hún er að skipta svo miklu máli, því að þarna eru mestu tölurnar, sérstaklega fyrir söfnin sem eru ekki með tæknimenn. Og þetta er ennþá vandamál í Svíþjóð, að fá listasöfnin að greiða eftir urð. Það er bara nokkur söfn sem að hafa tök á því og að gera það. En þau eru núna í rosa átaki að fá ríki og bæ og borg sem er að beita þessum söfnum og galleríum styrkjum að setja inn í þeirra styrktar úthlutanir að þið verðið að greiða listamenn eftir þessum samningum, annars geta ekki fengið styrkjuna. Og þau eru að biðja einnig að fá að sjá nótur og sjá bara bæði áætlun og svo þeir eru búin að veita styrki og sýningar árið búin og þarf að skila skilagreif og sýna fram á það hvað við greitt listamenn. Þetta telur Katarína í Svíþjóð sem einu möguleiki til þess að fylgja þessu eftir. Stjórn Sýn bauðu á fund safnstjóra Listasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur, Nýlistasafnið, Hafnarborg, Gerðarsafn, Listasafn Árnesinga og Listasafn á Akureyri. Og við ákveðum að setja saman starfshóp
og Ásdís Barnó var ráðin sem verkefnastjóri, Sýn tilnefndi Úlf Grönvold og Ynni Stefánsdóttur og Söfnin tilnefndi Þorgerði sem formaður safnstjóri Nýlistasafnsins og Kristín Skeri sem að síðan dróg sig úr og Halldór kom inn. Starfshópnum var ætlað að móta tillögur af framlagssamningi fyrir listamenn sem sýni opinberu listasöfnum á Íslandi. Það var svona númer 1, 2 og 3. Og bara svo allir bara hafa það á hreinu og fengu allir greitt fyrir vinnuna sína. Það skipti okkur mjög miklu máli, allan hjá Guðjón og Sýn. Þeir sem að lásu yfir samningin voru Gísli Guðni Hall hæstaréttarlögmaður, Harpa Frönn Sigurjónsdóttir, lögfræðilegur ráðgjafi Mynsters, Kolbrún Halldórsdóttir sem forseti BÍ og Mörður Árnason, íslenskufræðingur, fyrir utan síðan starfshópnum sem að lasa það yfir. Einnig fundaði ég með KÍM og Myndlistarráði og BÍ og Myndster til þess að fá svona viðbrögð þegar voru fyrstu drögin komu og þau komu öll með frábærar athugasemdir sem starfshópurinn tók til greina og lagfæri. Og nú, já, áður en Ásdís tekur við að langar mig bara að segja að þetta er náttúrulega rammasamningur, þetta er samningur sem þetta er bara og þetta er drögasamningi og endilega þið hafið einhverjar athugasemdir eða eitthvað sem hætti bæta eða fara betur að laga. Þá erum við opin að fá að heyra það og fá þá ábendingar. Og annars sem ég langar að segja, ég veit að þetta er mjög yfirþyrmandi. Þetta er náttúrulega háar upphæðir fyrir söfnin, þú getur ekki háar upphæðir fyrir heildargjöld bara ríkisins eða láta samfélagi ganga. Og ég veit að þetta gerist ekki á einni nóttu, heldur getur þetta gerst á nokkrum árum. Og ég held að því fyrr sem við þurfum að vinna saman og eiga samtal því fyrr fer þetta ekki. En ótrúlega Ásdís að færa fyrir samningi og því aðeins að eiga loka. Já, takk. Sæl. Já, kannski byrjaði til að útskýra kannski hver markmið samningsins og það er náttúrulega fyrst og fremst að skýra ákveðið verklag milli sýningaraðilans, safnanna og listamannanna allar bara listsýningar. Þannig að skýra verklagi listsýningar og svo að kveða á í rauninni skyldur og reglur varðandi bæði hjá sýningarafnum og svo listamannum þessar sýningar. Og það er svona megin markmið þess samningur. Og þessi samningur sem að kallast framlagssamningur, þetta er svona rammasamningur og er hugsað sem grundvöllur að sjálfstæðum samningum sem hver menningarstofnun myndi búa til innanhús og kynna fyrir sínum listamönnum. Já, samningsaðilar eru þessir sem nefndir eru hér, Samband íslenskra myndlistarmanna, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Reykjavíkurborg og svo opinber söfn á Íslandi sem fá fasta fjárveitingu. Þegar við skoðum hugtök og skilgreiningar þá langar við sérstaklega að nefna bara í þessu samhengi að við erum að gera ákveðin greinarmun á þóknum. Það er að segja þessi þóknum sem greitt fyrir að sýna verk í söfnunum, það er að segja sem að myndlistarmaður fær greitt og svo annars vegar greiðslu fyrir vinnuframlag. Og eins og Jóna kom inn á áðan að þá mögusamningurinn skipt í tvennt. Annars vegar M-ið sem stendur fyrir þóknumina og svo Ö-ið sem stendur fyrir þetta framlag listamannsins í rauninni sem við kemur alltaf að kosta sem kemur að sýningunni. Og þar af leiðandi samningurinn tvískiptur, annars vegar það framlagssamningurinn sem gefur til kynna bara þessar reglur sem þessi sjálfstæði samningar eiga að hafa í huga við gerð sinni einsamningar og síðan það framlagsgjaldskrá og sem hluti af samningnum en þar í lokin kveðið á greiðslu fyrir þetta vinnuframlag listamannsins og við munum fara yfir það rétt og eftir. En tilgangur og hér eins og ég nefndi áðan þá þetta bara til að skýra verklag og bara skyldur og réttindi allra aðila sem að koma að listsýningu. Hérna bara tala hvernig samningurinn uppbyggður og við munum fara í hvern hlið fyrir sig og byrja á
gildissviði samningsins og bendi ég hérna sérstaklega á að samningur gildir ekki sýningar á listaverkum eftir látna listamenn. Það að segja öll listaverk í eigu safnanna eða menningarstofnana, að það ekki greitt neinn þóknun fyrir þau verk þar sem að listamenn ekki lengur á lífi og þetta hugsað sem þóknun fyrir þáttöku þar að leiðandi hérna á verki við þessu samningi. Og gildir ekki sýningar á listaverkum hérna, eins og sagði á í eigu safnsins. Hér kemur bara fram samningsgerðin að samningurinn þessi skal vera lagður til grundvallar þessum sjálfstæði samningum eins og við nefnum í hérna. Og hér hérna, þar viljum við að gera þennan sjálfstæða samning fyrir hver einustu sýningu við í rauninni hvern einasta listamann, en það má náttúrulega vissulega gera bara eitt samning fyrir til þess að það er hópsýning, að þá má gera eitt samning við hópin og hérna sem að kveður á allt sem við kemur sýning. Og svo hér talið upp inntak þessara sjálfstæða samninga sem að hérna söfnin og menningarstofnun kemur til að gera. Það þarf náttúrulega að koma bara fram fjárhæð þóknunar og það í samræmi við 5. grein sem við förum hérna yfir rétt eftir næstu grein. Og svo þarf líka að koma fram vinnuframlag myndlistamanna eða myndlistamannsins eða drengarsinn. Hvað ætlast til þess að aðstoða uppsetningu og hvað að fá þá greitt fyrir það. Þannig að þóknunin ein og það eins og við komum inn hérna eftir hvernig hún hugsuð, við munum ræða hérna eftir en vinnuframlagið væri fyrir sér og þyrfti að vera kveðið á sérstaklega það í saman. Við munum fara bara yfir samstarfsnefndin og hugmyndir hana en hugmyndir að það er stofnuð samstarfsnefnd eftirfylgni samningsins og ef það kom upp einhver ágreiningsmál í samhengi þá er það leitað til þessari nefndar sem að gæti þá hérna brugðust við einhverjum athugasemdum og reynda að leita í bara sáttina einhverjum aðrum. En þóknunin sjálf tvískipt eins og greiðslan tvískipt eins og við höfum rætt, annars verður þóknunin og svo greiðslu fyrir vinnuframlag. Og hér kemur bara sérstaklega fram að það er óheimilt að greiða sameina þetta tvennt í einhverja eina greiðslu. Þetta tvískipt. Og fjárhæð þóknunar, hún miðast við fjölda gesta, yfirleitt fjölda gesta sem hvert safn við fengið upplýsingar fjölda gesta núna fyrir árið 2014 og alveg frá 2011 til 2014 og þar hægt að reikna út í rauninni hversu margir, út frá því að reikna út hvað greiða á fyrir einhversiýningu og hópsýningar og hún skoðum nálega þetta eftir. En það er annars vegar fjöldi sem heimsækja safnið og lengd sýningar og svo vissulega hversu margir að sýna. Er þetta einhver sýning eða hópur að sýna? Eða samsýning sem sagt. En svo bara leið og listaverkið komið til sýningarhaldarans eða safnsins að þá það náttúrulega ábyrgð safnsins að passa náttúrulega upp á það. Það er bara að vera að kveða á það sérstaklega hér. Að ef að verða skemmtilega svo framvegis að þá þarf að semja við ábyrgðar greiðslu. Og varðandi samstarfsnefndina að þá eru líka hugsað til að hrinda þessu samningi í framkvæmd og vera svona stuðningsaðili þegar hann tekin í notkun upp á öll ágreiningsmál og ekki síður einhverja breytingar eða bætur á samningnum sem það mikilvægt í þessu ferli að eins og Jón kom inn og það þetta bara drög og eftir að hann kæmi í notkun í einhvern ákveðin tíma þá vissulega væri kannski einhverju atriði sem þurfti að endurskoða og þá væri það samstarfsnefnd sem tæki kannski á þeim málum að gera þær breytingar viðandi breytingar. En þeim fulltrúar eru hugsaðar í þessa samstarfsnefnd þannig hver samtök myndi þá tilnefna einn aðila
og þá það sem sagt mennta- og menningarmálaráðherra myndi þá velja einn og Reykjavíkurborg einn og opinber söfn myndi þá velja einn og svo sameiginlega myndu þau velja sér formann. Þannig þetta. Já, og þetta bara varðandi mannendir og það bara þessar almennu reglur sem gilda þar og vissulega að koma upp einhverju ábyrgðismál og það getur okkur sýningarhandar ekki greitt viðkomandi ef eitthvað brot á samningsatriðum. Og öfugt vissulega líka. Það bara þannig að það komi sérstaklega fram hérna í samningu. Og gildistími samningsins bara frá undirritur samningsins og hugsað ótímabundin. Þetta náttúrulega eitthvað sem þurfti að endurskoða eftir ákveðin tíma og það líka að segja samningnum upp með 6 mánaða fyrirvara. Þetta eins og við segjum drög á samningi og þegar loksins færi kemur til framkvæmda sem við erum að hugsa undirritun í vor, 7. apríl sem viðmiðum, en það vissulega ekki dregist, einhverja breytingar gætu þurft að vera gerðar á samningnum og svo framvegis. En þetta samningur sem þarf þetta svona lifandi plagg og vissulega þarf að hafa það í huga þegar hann kemur að vissulega þarf að gera kannski einhverja breytingar fyrir hann komið. Já, og það einmitt var þetta með ákvæði bráðabirgða, það það sem var að segja fyrir þetta. Og við nefnum hérna 7. apríl sem svona viðmið hvenær væri kannski búið að kynna samningi fyrir öllum aðilum og að samningsaðilar gætu undirritað og það væri hægt að vinna að vinna á því að innleiða þennan samning á einhverjum árum. En þá erum við komin að framlagsgjaldskránni og ég ætla að fara yfir hana og útskýra fyrir ykkur hvernig hún hugsuð. Gjaldskráin hún í rauninni tilkynir svona lágmarksfjárhæðir. Það að segja ekki má fara undir upphæðina sem eru gefnar upp hér og vissulega fer það alltaf eftir þetta bæði á við íslenska myndlistamenn, ekki síður erlenda. Ef við komum til landsins, ef það einhver mjög vel þekktur einstaklingur að sýna, þá má hvers safn endurskoða upphæðina og greiða náttúrulega meira en lágmarksþóknun. Þetta náttúrulega bara viðmið sem við erum að lágmarksviðmið. Í samkvæmt gjaldskránni sýningarhöldum skipt í 3 flokka á grundvelli þessa upplýsinga fjölda gesta sem heimsækja safnið. Og hérna er áhersla á að hversu lengi sýningin opin almenningi líka. Þannig það að segja hversu lengi sýningin stendur í viðkomandi. Þannig að það að líka sérstaklega þessa liði hérna. Já, og hérna bara bendum við á munina á þóknun annars vegar aftur og munina á greiðslu fyrir vinnuframlag og gjaldskrárflokkarnir koma hérna á eftir og síðan í lok þessa samnings eða sérst í lokin fyrir við yfir uppað fyrir vinnuframlag. En já, þóknunin sjálf og lágmarksfjárhæðir þá erum við að hugsa fyrir einstakling eða myndlistamann sem sýnir í einkasýningu í menningarhúsi eða safni að þá lágmarks upphæð 80.000 krónur og það skiptir þá ekki máli hvort að sýningi standi 2 daga eða í 4 vikur. En gjaldskráin alltaf að reikna út frá 4 vikna löngum sýningum og svo lengur á 12 vikur. En við erum með þessar lágmarks upphæð, þannig að segja að sýningin bara í viku eða færri en 4 vikur og þá þessar upphæðir gilda þær. Þannig að fyrir samsýningar var 48.000, það var 23 og svo fyrir 3 eða fleiri þátttakendur þá lágmarks upphæð 32.000. Þannig að og hér einmitt verið að tala til dæmis ef sýningarhaldir með fleiri en fleiri en einn sýningarstað, þá má það vissulega þarf að semja hvern sýningarstað fyrir sig. Þannig ef sýningin að fara og reynir safn í annað, þá þarf það að semja sérstaklega hverja sýningu í hverju safni. Já, og svo þetta vissulega ef það þarf að hafa í huga ef það stóra samsýningar ræða og einn aðili með hálfa helmingasafnina, einn myndlistarmaður með sem stærri hluta en aðrir sem sýna að þá það vissulega þarf að hafa það í huga.
Já, og þetta með útibúið þessi við komum. En ef við skoðum aðeins bara hvernig þessi flokkar skiptast, að þá þegar við unnum þetta út frá MUL-samningnum, að þá voru þetta 4 flokkar. Og en við töldum starfsákvörðun að það væri betra að fækka þetta í 3, af því við erum hreinlega ekki með það stór söfn hér að við séum að fá gesti sem eru mikið yfir 100.000 manns á ári. Þar að leiðir fyrsti flokkurinn, það náttúrulega stærri söfn, sýslusöfn, sýningarskálar, svona menningarhús sem tæki þá yfir 50 til 100.000 og jafnvel fleiri gesti. Og síðan í flokkur 2 þá það aðeins minni söfn eða meðalstór frá 10 til 15.000 og síðan það þessi 3. flokkur sem eru litli sýningarskálar og sýningarsalir og þá það allt sem undir 10.000 á ársvísu, gesta á ársvísu. Og sjáum við að það ekki kannski ýkja mörg söfn sem falla undir flokk 1. En vissulega erum nokkur söfn, Listasafn Íslands þarna og Listasafn Reykjavíkur og Þjóðminjasafnið sem dæmi söfn sem eru náttúrulega í þessum fyrsta flokki hér. Og já, þannig að eins og þetta reiknað út frá upphæðinni að þá þetta hugsa sem einkasýning 16.000 að mörgum 32.000 og 48.000 á viku og ef við skoðum bara hvernig þetta reiknast þá myndum við, ef það eru 2 til 3 þátttakendur þá myndum við margfalda með 1,5 og síðan eða 4 til 8 þá það 2-föld og það heildar upphæðin sem hópurinn fær, það ekki á einstakling. Og síðan það með 9 þáttakendur fleiri á 2,5 og svo eitthvað væri það fyrir alla þáttakendur. Við skoðum fyrsta flokkin sem eru stærri söfnin að þá lítur þetta svona út, annars vegar fyrir einkasýningu í 4 vikur að það veri 192.000 krónur. Ef sýningi stendur í 12 vikur þá erum við komin upp í 576.000. Þannig að það eru stærstu söfnin? Þetta eru stærstu söfnin. Þetta er einkasýning í Listasafni, fyrir 12 vikur 576 sem þessi einstaklega myndist að nefna frá. Ef við erum með fleiri, eins og stendur á það 23, að þá eru 4 vikur 280.000 og svo kolli alveg í 9 þáttakendur og yfir. Og vissulega þar hefur við komið með það viðurlega sýningar með 30-40 núlifandi listamenn. Það hugsanlega, en vissulega þessi upphæð það stendur bara 9 þáttakendur eða fleiri og þú með 1,1, 440.000 og þú með kannski 40 núlifandi listamenn og þessi upphæð deilist alltaf á fjöldan. En getur aldrei verið lágmark? Það getur aldrei verið 32.000? Nei, það fer aldrei undir 32.000 krónur á hvern einstakling. Þannig að ef þú er komin í þann fjölda að þá þarf að hafa það í hug og vissulega hafa þessu upphæð. Og flokkur 2 og við getum skoðað það þá þetta lægri upphæðir, við erum komin í 128.000 fyrir 4 vikur og 384.000 fyrir 12 vikur. Og alveg sama reikningsdæmi en við erum að vinna út frá þessum 32.000 krónum en ekki 48. Svo það minni sýningarskálar eða minni söfnir undir 10.000 að þá þetta komið niður í undir í rauninni þessum fyrir einkasýningu að þá það undir þessum lágmörkum sem 80.000 krónur þess að það stjórnumörkuna og reikningsdæmið eftir því þannig að það 80.000 krónur fyrir 4 vikur einkasýning í þessi minni söfnum og 192.000 ef það væri 12 vikur. Sjáum við hvað þetta hugsa. En ef við skoðum núna, við hefum einhver spurningar kannski bara þessa liði, við getum kannski tekið spurningar þetta rétt á eftir, en ef við förum yfir í bara vinnuframlag, gjaldskrápir í vinnuframlag, þá þetta byggt á vinnunatölum SÍM, sem gjaldskráni, sem tölum og sem SÍM vann með BAM. Já, BAM vann að þessum tölum með BAM og þetta í rauninni jafnvel aðeins í lærlikantunum með þessi BAM gaf upp eða ekki, eða við rættum við sem bara BAM sagði í rauninni þetta 8.500 krónur á tíma
En okkur fannst það alltaf há byrjun og hann sagði 6 og 5 reyndar væri þess bara ágætis byrjun þar sem að það hefur ekki verið greitt hingað til. Já. Og við vitum það að 8 og 5 væri alltaf hátt fyrir söfnum. Já. Og með þess að söfnum myndu þegar við vorum að tala saman við hérna söfni þá vorum við að tala 4.000 en okkur fannst það ofurlágt. Meðan 6 og 5 var enda að tala. Já, og kannski má nefna það að þessi gjaldskrá þetta líka unnin út frá kanadíska samningnum. Þeir voru með svona svipaða gjaldskrá frá sér og hvernig þeir litu á. Og það allt sem við kemur 3 daga eða fleiri að þá það svona samningsatriði við safnið. En ef að einstaklega að myndlistamæður kallaði bara í klukkustund, tengt ráðgjöf, uppsetningarsýningu, fyrirlestur þannig að þá gildir þessi 6.500 krónur regla. Og síðan við séum að ef að fyrir fyrirlestur þá var það 35.000. Þessi í rauninni mjög sanngjarna tölu leiðsögn þá var það 24.000. Og svo framvegis og lágast útkall eru 4 klukkustundir. Ef listamæður kallaði til og ef að listamæður þarf að dvelja fjarri heim í einhvers staðar yfir nótt og þá vorum við einhvers sem þess að 50% álag. Það það þessi viðmið. En kannski að valda kostnað fram, já, við taka það fyrir kannski. Jú. Söfnin sem tóku þátt í þessu samstarfið reiknuð út hvað maður myndi kosta að fara eftir framhaldssamningnum eftir dagskrá sambandana 2015. Og heildartalan var kringum 89 milljónir sem söfnin hefur þurft aukalega til þess að geta greitt eftir framhaldssamningnum. Og ástæðan fyrir að ASÍ og Nýlistasafnið og Reykjanesbæjar eru með svona háa uppsetningu vegna þess að þau eru ekki með tæknimenn og þá eru listamennir að setja upp sýningarnar sína sjálfir og það tekur lengri tíma. Eins og þegar þú setur upp einkasýningu listamennir ASÍ þá áttu lágmark 5 daga að setja upp sýninguna. Ég veit það bara sjálf með minni eigin reynslu þegar ég verið með sýningar og það er enginn tæknimaður. Og auðvitað fyrir þetta eftir líka sýningadagskránni, hvort það voru hópsýningar eða einkasýningar og þessi tala hún flakkar alveg á milli ára því að dagskrán er aldrei eins. En það voru nokkur söfn sem greiddu eitthvað til listamannanna og þau tóku það saman. Listasafn Íslands greiddi fyrir listamannaspjall og það var eitthvað 2 fyrirlestrar og listamannaspjall, það var 626.000 á árinu 2015. Listasafn Reykjavík greiddi, og þetta er bara þóknun til listamanna. Þetta er ekki, þau tóku ekki inn í fyrirlestrar, þau greiða fyrir fyrirlestrar, þau greiða fyrir leiðsögn. En þau sögðust hafa greitt í þóknun, svona bara bein greiðsla til listamanna var 1.670.000. Listasafn á Akureyri greiddi 1.2. Það er ýmislegt þarna inni saman. Það er bæði fyrirlestrar, leiðsögn, eitthvað vinnuframlag, en það kom ekki sundurliðan. Nýlistasafnið greiddi 750.000 og þetta er hreinn efniskostnaður. Þau fengu styrk frá myndlistarsjóði fyrir efniskostnaður fyrir einkasýningarnar sem þeir voru með. Hver listamaður fekk 150.000 og en þetta svona fannst mér skipta máli og Þorgerði í Nýlistasafninu líka skipta máli að sýna fram á það hvað söfnin eru að greiða í dag. Þannig ég veit til dæmis eins og Listasafni Reykjavíkur áætlar að greiða þóknun 5 milljónir í ár. Þannig þeir eru að vinna hægt og rólega að greiða listamönnum meira. Hérna er búið að setja upp í línuritt og náttúrulega ástæðan fyrir Listasafn Reykjavíkur er svona langhæst þegar það er 3 söfn og langstæsta safnið. Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur og Ásmundarsalur. Hér fyrir vinnuframlagið, eins og ég talaði það er náttúrulega Nýlistasafnið og ASÍ og þeir sem eru með þá tæknimenn að borga meira í vinnuframlag.
Já. Svo ætla þú að ræða þetta? Já, kannski bara nefna hérna í greinargerðinni sem að starfshópurinn vann að þá var gerð svona greining á verkþáttum. Hvernig væri þetta hrinda samningum í framkvæmd og hvaða leiðir þurfti að fara og þetta skiptir í þessa áfanga. Og má eiginlega segja að við séum svona nálgast kannski hérna þriðja lið í þessum fyrsta áfanga í dag, þar sem það er búið að kynna samninginn fyrir náttúrulega sambandsráði og öllum í sín og nú er það að kynna samninginn náttúrulega bara fyrir öllum aðilum, þannig að allir hafa fengið að kynnast innihaldi og brugðistinni við honum. Og síðan næst er það núna að leita þessar formlega viðræðna sem er í rauninu búið að senda á alla aðila en þá eftir að funda við öllum. Mörgum, það er búið að funda með einhverjum en eins og mennt og menningarmálaráðið það verður búið að næsta leiti og svo framvegis. Og síðan er þessi dagsetning 7. apríl er bara svona viðmið sem að gæti náttúrulega vissulega eftir að fast til. Í áfanga 2 þá er það hugsað viðræði við sveitarfélögin og þessu reka náttúrulega söfn sem gæti fallið inn með framlega samning og í leiðinni að funda í rauninni með sambandislega sveitarfélaga og og í síðasta liðnum að það 4 í áfanga 2 og þá er það í rauninni að söfnin og alla menningarstofnir í rauninni séu svona endurskoða rekstur sem líka í leiðinni og hvernig væri hægt að komast á mót við ríkið eða og sveitarfélög að láta verða af þessum breytingum og taka þennan samning í notkun á einhverju 2 ára tímabili. Af því vissulega þarf það náttúrulega að vera í rekstraráætlun safnanna að ákveðin uppað sé hugsuð fyrir greiðslum til myndlistarmanna. Þetta er svona eitthvað sem þarf að hugsa fram í tíma næstur að sóttu styrki og svo framvegis að þessi uppað sé þarna inni þannig að ríki áttir sig á því þegar voru að safna að biðja þessa uppæðin. Þetta verður, jafnvel þetta uppæðin kom ekki strax en það hugsanlega með tíma þegar það búið að kynna þetta nógu vel og það gerist það. Og síðan bendum við á hérna í áfanga 3 að mennta- og menningarmálaráðuneytið kæmi eflaust til að leita til myndlistarráðs þessa tillögu starfshópsins upp á bara sem fagaðili á sviði myndlistar að þá náttúrulega er það myndlistarráð sem kæmi í rauninni að því að meta þetta með mennta- og menningarmálaráðuneytið. Og síðan 2017 að það yrði veitt auka fé í fjárlögum. Og svo er það hérna áfangi 4 að á þeim tíma þegar þessi greiðsla, þessi auka fjárlög kæmi úr safnanna og menningarstofnanna þá væri hægt að hefja greiðslu til listamanna, greiðslu á þóknum til menningarstofnanna. Já, svona ég sem sagt bað listasöfnin sem tóku þátt í þessu verkefni að senda mér ársskýrslur og bað svona útdrag svona með þessum helstum sundurlegum og mér fannst nefnilega mjög mikilvægt bara svona fyrir okkur myndlistamennina og fyrir ráðherra og fyrir þá sem að bara yfirvöld að sjá í svona skífuforriti hvað peningin er að fara til þess að sýna fram það þarf að koma aukið fjármagn til þess að geta greitt þetta samningum og líka hversu mörg prósent erum við að tala hversu há prósent er hluti af gjöldum sem söfnin þurfa að greiða inn í sínu rekstra sviði eða svoleiðis, og við gerðum hérna heimasíðu og þar eru nokkur dæmi, ég ætla að bara að sýna þér það. Varstu búin að opna áskýrslu? Já, það var. Það er líka snakka. Það er svo lengi opna. Nei, þetta er svo vann Já, það var það. Getið þið gert svona fullscreen? Jú. Það var Kassin hliðin á Axinu, alveg til hóttanins. Þessi? Kassin sem hliðin á Axinu. Já, þessi. Svona.
við gerum þessa heimasíðu við borgum myndlistamönnum.info og á henni náttúrulega að finna framhaldssamninginn. Það hægt að downloada úr niður eða skoða hann í issue hérna. Og svo eru könnunin sem við sýndum ykkur áðan og áhugaverðir tenglar því að Ísland ekki eina landi sem að berjast fyrir þessu. Þetta bara að gerast út allan heim núna. Noregur til dæmis með núna tilraunaverkefni. Það voru 6 söfn sem fengu fullt fjármagn til 2 ára til þess að greiða eftir samning og þeirra samningur bara nákvæmlega eins og mjög-samningur. Og í Kanada og Írlandi, þeir eru í Englandi að búa til samning akkurat núna. Þingi vildi bara setja þetta í lög strax, en þeir sem að myndlistamennir vildu fá ár til þess að búa til samningin. Þau vildi ekki bara taka mjög-samningin og láta hann inn í lög. Þau vildu vanda sig, þegar við komum með þetta inn í lög, það var erfitt að fara tilbaka. En ég ætla að taka bara með listan Reykjavík sem dæmi. Þetta sem sagt útdráttur og það er erfitt að sýna þetta allt. Get ég minkað þetta eitthvað, þannig að ég bara, ég er svo gáð. Og kann eitthvað svo vinna á þetta. Allavega, beinþóknun til listamanna var 1,460.000 og þetta er áskýrsla 2014. Og þessi gula lína hérna. Og það er eitthvað nú koma eitthvað, þetta er ekki eins og 1%. En ef þeir hefðu greitt eftir framhaldssamningnum og hefðu fengið auka fjárveitingu svo 34,5 milljón, þá hefði þetta litið svona út. Og beinþóknun hefði verið 3%, þáttöku uppsetning og sýningar kringum 4% og leiðsagnar þessi rauða lína. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að horfa á þetta. Því að stótt þetta er náttúrulega háa tölur og fólk finnst við vera að biðja mikið, þá er þetta samt innan við hvert eins og samt þetta innan við 10% af heildargjöldum. Og þetta er sama í Svíþjóð. Því að hún sýndi við líka áskýrslur þetta kemur út þegar þetta er innan við 10%. Já, alveg að vera búin. Með aukunum? Já. En án þess að auka fjármagnsvætan klála eitthvað þær? Já, þú meina já, það kann ekki inn. Þá er þetta kannski kring 15-14%. Hvað myndir við alltaf? Það er svona áhugavert að setja það inn. Ég veit að í Svíþjóð þá fengu listasöfnin ekki fyrir fjármagn. Söfnin þurftu að hagræða, þurftu að fækka sýningum. Það voru færri samsýningar, meira einkasýningum. En þetta er að breytast. Þau eru jafnt og þétt að fá meira fjármagn. Því núna eru pólitíkur sem þú fattar þannig að greiða listamenn. Og það var eitt listasafn sem fekk fullt fjármagn í Svíþjóð, það var menningarborg Svíþjóðar. Og þau sögðu eftir þetta, já við ætlum bara að hagræða núna, við ætlum alltaf að greiða listamenn. Það er ekki að fara tilbaka. Og það reynist mjög oft þannig þegar listasafnir byrja að greiða þetta, það fara ekki tilbaka. Það var bara... En á þessari síðu líka, ég mæli með þið farið hérna inn. Hér eru, þetta er enska síðan Paying Artist, European Artist Rights, það er allt sem er að gerast bara í heiminn, það taka saman þegar eitthvað er að gerast. Hvað er að gerast í Írlandi? Við erum hérna með greinar á þessari síðu sem ég mæli með. Hafþór skrifaði mjög góða grein og hann bendir á þessi setning. Hann segir svo mikið. Markmið þessum skrifum mínum er að benda á að það er ekki aðeins jafnréttismál að listamenn fá að borga fyrir vinnu sína. Þetta snýst að skapa heilbrigð og hvetjandi vinnuumhverfi. Og mér finnst þetta að segja rosalega mikið hvað þetta snýst Ég hef alveg verið á báðum borðum. Ég hef líka sett upp sýningar og það er rosalega erfitt að biðja listamenn endalaust að gera vinnuna sína. Og maður er bara með samviskubit og hnút í magann. Það er aldrei inn í samninga og í lokin, já, kannski get ég greitt fyrir 50 skall, kannski, ég veit ekki hvað, en ég er að bíða eftir hvort ég fái styrk.
Það væri miklu betra bara frá byrjun geta verið með samning, svona þetta og líka fyrir söfnum. Ef listamaðurinn ekki að skila inn verki eða að koma seint eða ekki að standa við það sem hann standa, þá samningur. Og það rosalega skrítið að það séu aldrei neini samningar í gangi. Því þetta stóra sýningar sem við að setja upp. Og eins og Hafþór sagði á einhverjum fundi, þetta byggist rosalega mikið traust á milli safnstjórans og listamannsins. Og svo tókum við upp nokkur vídeo og það gaman að segja að Bíóparadís byrja að sýna þessi myndbönd áður en sýningar hefjast. Og mér langaði svona í lokum að sýna ykkur eitt og svo getum við með einhverjar spurningar. En það náttúrulega ekkert rosalega hátt, ég ætla bara að taka hana ólöfu eða eitthvað, en þetta með ensku títt. Ég heiti líffræðingardaginn sem sagði við mig að maður skildi halda að myndlistarmenn ljóstillífuðu og mér fannst þetta svo frábær samlíking því það eins og myndlistarmenn eiga að lifa á loftinu en á sama tíma alltaf þess að þau hleypi menningarlegu súrefni inn í samfélagið. Já.